borgarstjórnarkosningar. Þinn maður vann, Heiða vann ekki. Þinn maður vann. Ég held að Pétur hafi verið þinn maður. Mér finnst þetta mjög gott, ég verði að stríða fyrir þetta. Þegar þetta kom í ljós, þegar að hann kom fram og þú varst spurð út í þetta og þú sagðir, já ég meina hann bað kaffibolla og ég bara mætti. Þú ringir ekki til forsætisráðherra og segir ertu til í kaffi og bara já ekki spurning, ef þú segir svona 2. Ég ætla samt bara að segja það. Ég forma Samfylkingarinnar. Ég bara mjög við þessa dagana að tala við fólk út af frambáðum út allt land sko. Út allt land. Bæði af því að fólk sem í uppstillingarlista eða fólk sem í grasrótinni segja herði við erum hérna að velta fyrir okkur hvort við getum fengið hinn og þennan í framboð og það ekki að því að ég að handvelja. Það bara fólk út allt sem að reyna að ýta undir virka þáttöku. Manneskja býður sig fram í oddvita sæti í borgarstjórn. Þetta risamál, þetta fyrsta skipti í hvað, ég meina hvenar mörg ár síðan hefur verið oddvitaslægur Samfylkingunni. Ógeðslega langur tími, allavega. Og enn lengra sem einhver býður sig fram gegn borgarstjóra. Punkturinn minn þessi. Það ekkert athugavert við það. Ef einhver hafi samband við alveg eins og þegar að sitjandi borgarfulltrúar eða borgarstjóra hitta mig og eru með alls konar ástæður fyrir að gera það meðal annars út á kosningum. Það fullkomlega eðlilegt að maður ræði við svoleiðis aðila. Þetta eru aðila sem eru að koma líka inn í flokkinu og ekki. Fólk getur sagt alls konar hluti mín völd og ítök og allt það. Fyrir fyrsta lagi vil ég segja ég formar í flokki. Sko, ég formar í flokki. Ég tek ábyrgð á flokknum og mér þykir vænt hennar flokk. Þannig að ég bara stolt af því að ég á samtöl við fólk. En ég ekki einráð og það fólk í flokknum sem að greiðir atkvæði, það fólk sem að mobilisera sig sjálft, það fólk sem að hringir fyrir aðra, skilji, þannig að punkturinn minn hefur mér eitthvað áhrif, já, en ég ekki flokkurinn, sko, það fólkið sem flokkurinn. Þannig að ég meina hann fær mjög skýrt umboð, það frábært fyrir hann, en hann stendur algjörlega eigin fótum hvað var að sína mannkosti og annað. Og það engin einstaklingur í pólitík þannig að einhver einn aðili geti proppað hann upp. Það bara þannig. Ég held að þetta bara verði mjög spennandi kosningar. Mér finnst þetta að vera svona, já, það spilast þannig að það bara mikið áhugaverðum kandidatum í öllum flokkum. Og virðist bara vera svona inn á milli að minnstakosti ágætis endurnýjun í bland við reynslu. Þannig að þetta ekki bara veisla fyrir borgarbúa þessar kosningar?